Já, Nox Medical í dag starfsstöð 55 sérfræðinga sem að vinna við það eitt að þróa tækni og lækningatæki sem notuð eru til að greina svefn og svefntruflanir. Það er eitt að framleiða vöru sem að fer inn á svokallaðan consumer market eða neytendamarkað, en að framleiða lækningavöru er dauðans alvara. Já, það má kannski segja frá því að sko fyrir 30 til 40 árum þá var ekkert mikið það að menn væri að skoða svefn eða greina svefntruflanir. Svona upp úr 1980, kringum 1990, þá eru menn búin að átta sig á því að öndunartengdar svefntruflanir eru grafalvarlegt vandamál. Þá voru menn lagðir inn á sjúkrahús, tengdir ótal nemum, vírum og sensorum sem voru að mæla öndun og súrefnismettun, hreyfingu, heilarit, elektróður tengdar á höfuð sjúklingsins, mælingar sem einungis var hægt að framkvæma inn á sjúkrahúsin. Svona upp úr 2000 þá þetta færast yfir í heimahús, smærri mælingar þó, en í dag erum við komin á þann stað að það er hægt að gera mjög flóknar mælingar, búnaðurinn að verða smærri, það er hægt að gera flóknar mælingar í heimahúsi og með því að færa og byggja nýjar aðferðir inn í þessi lækningatæki þá verða þau hagkvæmari, einfaldari í notkun og skila okkur í rauninni miklu betri upplýsingum sem má greina með sjálfvirkni aðferðum sem við erum í rauninni að byggja inn í lausnir okkar. Að hugvit okkar og þekking, færni til þess að gera hluti smærri, byggja hærri upplausn í gögnin, það í rauninni okkar expertise eða okkar kjarnahæfni. Og það má segja með samstarfi þessara tveggja eininga, annars vegar sérfræðistéttarinnar og okkar sem búum til tæknina, þá geta orðið nýjungar. Vegna þess að í eðli sínu læknisfræði íhaldsamt fag og það einungis með samstarfi þessara aðila sem við getum náð framförum. Við erum að beisla tækifæri sem liggja í því að nota stór gagnasöfn og velta sjálfvirkni inn í fagið sem mun ótvírætt skila hagkvæmni og jafnvel nákvæmari niðurstöðu. Auðvitað erum ekki að segja að við munum replacea læknana eða læknar þurfi ekki lengur við. Þvert á móti, þetta snýr að því að auka upplýsingar, stækka mælaborðið sem læknarnir hafa úr að móða til að komast réttir niðurstöðu það hvert vandamálið er. Og þar kannski okkar kjarnahæfni að byggja slíkar lausnir og bjóða upp á þær í þessum þætti læknavísindanna.